Takk fyrir Daniel. Næstur á svið Gústaf Steingrímsson, hagfræðingur og starfsmaður hagfræðideildar Landsbankans. Gústaf ætlar einnig að fara yfir helstu niðurstöðu skýrslunnar og þó einkum í efnahagslegu tilliti. Yfirskrift erindis Gústafs ferðaþjónustan áfram í forystu hlutverki. Gjörðu svo vel, Gústaf. Góðan daginn. Gaman að sjá hvað eru margir hérna í dag. Þrátt fyrir hlutfallslega mikinn vöxt í komu ferðamanna hér á landi síðustu 50 ár hefur tekið það ferðaþjónustuna langan tíma að ná forystusætinu í gjaldeyrisöflun þjóðarbúsins. Árið 2013 var ferðaþjónustan í fyrsta skipti leiðandi í gjaldeyrisöflun og 3 árum síðar urðu önnur tímamót þegar útflutningsverðmæti hennar var meira en samanlagt útflutningsverðmæti sjávarútvegs og stóriðju. Fjölgun ferðamanna frá árinu 1970 til 2008 nam að meðaltali 6,1% á ári, en þrátt fyrir þann vöxt hækkaði hlutfall ferðaþjónustu af útflutningi einungis úr 5% og upp í 10%. Segja má að hlutfallið hafi staðnað á löngum tímabilum, annars vegar frá 1970 til 1985 og hins vegar frá 1990 til 2008. En frá 1985 til 1990 náði það varanlegri hækkun, en það skýrist af því að það var mikil fjölgun hérna í komu ferðamanna á milli 85 og 87, en þá fjölgaði ferðamönnum helming hér á landi. Frá því uppsveiflan í ferðaþjónustu hófst árið 2011 hefur landsframleiðslan vaxið 462 milljarða króna. Við áætlum að nálægt helminginn af þeim vexti og þar með hagvexti á tímabilinu megi einungis skýra með uppgangi í ferðaþjónustu hér á landi. Þarna átt við áhrif ferðaþjónustunar yfir allt þetta tímabil, en næmni hagvaxtar hefur aukist yfir allt tímabilið og eru áhrifin umtalsvert meiri í dag en árið 2010. Ferðaþjónustan tekur sífellt meira pláss í hagkerfinu og hefur það dregið úr vægi annarra greina. Þannig hefur dregið úr áhrifamætti sjávarútvegs og stóriðju á hagvöxt. Næmni hagvaxtar gagnvart vexti þeirra greina því minna en það var. Á myndinni sjáum við hvernig næmni hagvaxtar fyrir fjölgun ferðamanna hér á landi hefur aukist frá dökkbláu línunni og til þeirra grænbláu. Þannig hefði 20% aukning ferðamanna árið 2010 aukið hagvöxt 0,8% stig árið eftir að öðru óbreyttu. En í dag þýðir slík aukning hagvaxtar auka upp á 2,7% stig. Þetta virkar þó einnig í hina áttina og myndi 20% fækkun ferðamanna nú leiða til þess að hagvöxtur yrði 2,7% stigum lægri en einungis 0,8% stigum lægri árið 2010. Hérna höfum við bara verið að horfa á næmni hagvaxtar gagnvart breytingum í ferðalögum og því höfum við undanskilið farþegaflutninga. Ef við tökum þá einnig með næmni hagvaxtar enn meira eins og sést á appelsínugulu línunni. Eðli gjaldmiðla að þróast í takt við gjaldeyrisflæði til og frá landinu og þannig virka þeir sem sjálfvirkir sveiflujafnarar. Sé mikill vöxtur útflutnings í gangi, styrkist gjaldmiðillinn og kælir þar með útflutningsleið hagkerfisins og leitast þannig við að draga úr spennumyndun og mögulegu ofrisi. Mikill vöxtur í ferðaþjónustu hefur styrkt krónuna sem hefur aftur haft kælandi áhrif á greinina. Kælingin orðin það mikil að þrátt fyrir að ferðamenn sé enn að fjölga tiltölulega hratt hér á landi á 12 mánaða grundvelli hafa mörg fyrirtæki í greininni upplifað tekjusamdrátt í krónumtalið. Dregið hefur verulega úr samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar á allra síðustu árum og hefur verð á þjónustu hótela og gistiheimila á síðustu 2 árum sem dæmi hækkað 57% mælt í erlendri mynt. Þessi mikla hækkun verður þó ekki nema hluta rakin til styrkingar krónunar, enda hefur verðskrá á þjónustu hótela og gistiheimila hækkað 22% í krónum talið á þessu tímabili sem langt umfram almenna hækkun verðlags hér á landi.
Til samanburðar styrktist krónan 28% á þessu tímabili. Fremur en að hægt sé að skella allri skuldinni á krónuna er hægt að rekja verri samkeppnishæfni að töluverðu leyti til greinarinnar sjálfrar. Hér þó einungis verið að horfa á hótel og gistiheimili, en þau hafa mörg hver geta leyft sér að hækka verðið verulega í krónum vegna mjög svo góðrar herbergjanýtingar sem hefur hér á landi verið eins og besta í heiminum á síðustu árum. Ísland í hópi þeirra landa sem eru með hæstu landsframleiðslu á mann í heiminum, en sá mælikvarði hefur sterk tengsl við lífskjör. Á lista Alþjóðabankans voru einungis 11 þjóðir fyrir ofan okkur á þann mælikvarða árið 2015, en líklegt er að við höfum færst enn ofar á þeim lista síðan þá, enda hefur landsframleiðsla á mann vaxið töluvert hér á landi mælt í bandaríkjadollar. Ef spá okkar reynist rétt, mun landsframleiðsla á mann og hlutfall ferðaþjónustu af útflutningi vaxa töluvert á næstu árum. Umtalsverður hluti af aukinni landsframleiðslu á mann milli árna 2015 og 2019 er þegar komin fram og skýrist hreinlega af mikilli styrkingu krónunnar gagnvart bandaríkjadollar. Ef við horfum á hóp þeirra 20 ríkja þar sem landsframleiðslan var hæst árið 2015, sjáum við að vægi ferðaþjónustu útflutningi hér á landi sker sig verulega frá hópnum og mun ef spá okkar reynist rétt skera sig enn meira frá hópnum á næstu árum. Umfang útflutnings hefur sterk tengsl við lífskjör. Þeim meiri sem útflutningurinn er, þeim sterkar er gjaldmiðill landsins og kaupmáttur þegnanna meiri að öðru óbreyttu. Þeim meiri sem útflutningurinn er, þeim meiri er landsframleiðsla á mann. Af þessu má ljóst vera að góð lífskjör hér á landi verða mikið meira leyti rakin til ferðaþjónustu en hjá löndum sem eru með sambærilega góð lífskjör. Útflutningstekjur farþegaflutninga með flugi mælir allar tekjur íslenskra flugfélaga vegna erlendra ferðamanna og námu þessar tekjur 173 milljörðum króna á síðasta ári. Sé þessi liður settur í samhengi útflutning og borin saman við önnur lönd, sést að einungis eitt ríki í heiminum var með hærra hlutfall en Ísland árið 2015. En það er Mið-Asíulandið Tadjikistan sem áður tilheyrði Sovétríkjunum sjálfu. Lífskjör þess eru vægast sagt ekki eftirsóknarverð og landi því ekki hópi landa sem við viljum bera okkur saman við, en þar nemur landsframleiðsla á mann einungis 1000 bandaríkjadollurum, en hér á landi er hún 51 sinnum meiri. Hátt hlutfall farþegaflutninga af útflutningi hér á landi skýrist að hluta til af því að Ísland er eyja og verða ferðamenn því annarkvort að fljúga hingað eða sigla og velja langflestir fyrrnefnda kostir af augljósum ástæðum. Til marks hversu hátt þetta hlutfall er hér á landi var þetta hlutfall 1,2% af meðaltali í heiminum árið 2015 og hlutfalli hér á landi því 11 sinnum hærra. Einungis 3 þjóðir í heiminum eru með þetta hlutfall yfir 10% og einungis 16 þjóðir með þetta hlutfall hærra en 5%. Og í þeim hópi einungis 1 land með hærri landsframleiðslu á mann en Ísland, en það er olíuframleiðsluríkið Katar. Ef spá okkar gengur eftir, verður hlutfalli komið upp í 20% árið 2019 og verður því að öðru óbreyttu hæsta hlutfallið í heiminum. Frá 1980 hefur samband milli raungengisbreytinga hér á landi og fjölgun ferðamanna verið með öfugum formerkjum miðað við það sem ætla mætti. Þannig hefur raungengis styrking leitt frekar til fjölgunar ferðamanna en fækkunar og raungengisveiking frekar leitt til fækkunar ferðamanna en fjölgunar. Fylgnin þarna á milli er tölfræðilega marktæk og skiptir þá ekki máli hvort við horfum á fjölgun ferðamanna á sama tíma og breytingu raungengis eða hort er á breytingu raungengis og fjölgun ferðamanna árið eftir. Ferðamönnum fjölgaði á þessu tímabili frá 1980 mun oftar en þeim fækkaði og því eru mælingar á fækkun ferðamanna mun færri.
Athyglisverðast eru samt þau tímabil annars vegar 2001 til 2002 og 2009 til 2010 hins vegar, en á öllum þessum árum fækkaði ferðamönnum hér á landi og fór svo fækkun saman við töluverða veikingu á gengi krónunar, þó að veikingin hafi verið töluvert meira í seinna tilfellinu. Við urðum eðlilega forvitnir að skoða hvernig þessi sambandi gengisbreytinga og fjölgunar ferðamanna væri farið í öðrum löndum og hvort að gengisbreytingar skiptu ferðamenn almennt sér litlu máli. Eftir að hafa farið í gegnum gögn Alþjóðabankans og sett lágmarksskilyrði á landsframleiðslu á mann og að öll gögn fyrir öll lönd á öllum tímapunktum væri til staðar, stóðum við eftir með 39 lönd. Þar sem vægi ferðaþjónustu í útflutningi er misjafnlega hátt eftir löndum hefur saman hlutfallslega fjölgun ferðamanna mismikil áhrif á gengi viðkomandi lands. Við leiðréttum fyrir því með því að horfa á fjölgun ferðamanna ári liðnu eftir gengisbreytingu. Við sjáum að Ísland sker sig frá hópnum sem eina landið þar sem fylgnin var tölfræðilega marktækt jákvæð, en nokkur fjöldi landa var með marktæka neikvæða fylgni og þar því hægt að tala eðlilegt samband gengisbreyting og fjölgun ferðamanna. Spurning sem kann að vakna í framhaldinu er hvort að svo há fylgni yfir allt tímabilið hér á landi skýrist ekki einfaldlega af þróun síðustu ára, þar sem þættir eins og Eyjafjallagosið, Inspired by Iceland og almennt jákvæð umfjöllun Ísland sem ferðamannaland í erlendum fjölmiðlum hafi einfaldlega yfirvegið gengisbreytingar. Þessu til að svara að fylgnin á fyrstu 10 árum þessa tímabils var svo sama og á síðustu 10 árum tímabilsins hér á landi og verður þetta samband því yfir allt tímabilið ekki skýrt með óvenjulega mikilli umfjöllun Ísland í erlendum fjölmiðlum á undanförnum árum. Þessi niðurstaða verður að teljast ákveðin gleðitíðindi, þar sem hún bendir sterklega til þess að næmni ferðamanna gagnvart gengisþróun krónunnar sem er minnsta móti að minnstakosti í samanburði við önnur lönd og ætti það að draga úr áhyggjum þeirra sem telja að yfirvofandi sé fækkun ferðamanna. Síðustu mánuðir hafa einkennst á nokkuð minni fjölgun ferðamanna á 12 mánaða grundvelli en við höfum átt að venjast síðustu ár. Við teljum að þetta gefi ákveðna vísbendingu að hægja sér tekið á vextinum og í því sambandi er hugsanlegt að komið sé að ákveðnum sársaukamörkum erlendra ferðamanna hvað varðar verðlag á íslenskri ferðaþjónustu í erlendri mynt. Ljóst er að mikil fjölgun ferðamanna á síðustu árum hefur á mjög miklu leyti grundvallast á flugframboði hingað til lands og við teljum að það sé sá þáttur sem helst muni ráða fjölgun ferðamanna á næstu árum. Jafnframt teljum við þetta einnig vera stærsta óvissuþáttin í fjölgun ferðamanna á næstu árum. Frá febrúar á þessu árið til október næstkomandi mun 82% af heildarsæta framboði til og frá Keflavíkurflugvelli hafa komið frá Icelandair og WOW Air. Það gefur til kynna að við Íslendingar höfum að ákveðnu leyti sætaframboðið og þar með vöxtinn á næstu árum í okkar eigin hendi. Ef við hugleiðum einhverja sviðsmyndir þar sem einstök erlend flugfélög hætti að fljúga hingað, er rétt að hafa í huga að flest erlendu félögin vega öll frekar lítið í heildarsætaframboðinu. EasyJet, sem er stærst erlendu félagana, vegur 3,9% af sætaframboðinu og Scandinavian Airlines 2,5%. Að meðaltali vegur hvert erlent flugfélag einungis 0,8% af heildarsætaframboðinu. Það að eitthvert eitt eða jafnvel 2 félög snúi sér annað er því ekki að fara að hafa nein teljandi áhrif á vöxt sætaframboðsins. Við gerum ráð fyrir því að ferðamönnum fjölgi hér á landi 22% á þessu ári en að vöxturum verði hins vegar í kringum sögulegt meðaltal á næsta ári og verði 8%. Síðan gerum við ráð fyrir því að vöxturum verði 5% árið 2019 sem er þá minnsti vöxtur í fjölgun ferðamanna frá árinu 2010. Ef spáin gengur eftir mun fjöldi ferðamanna árið 2019 verða 2,5 milljónir en hann var til samanburðar 1,8 milljón í fyrra.
Ljóst er að ferðaþjónustan er komin til að vera sem ráðandi afl í innlendri hagþróun. Veltum aðeins vöngum yfir því hvað þyrfti að gera svo greinin myndi missa sæti sitt sem leiðandi í gjaldeyrisköpun þjóðarbúsins. Töluvert er liðið á þetta ár og ef við gefum okkur að spá okkar fyrir þetta ár verði nærri lagi, er ljóst að ferðaþjónustan þyrfti að draga saman meira en 55% á næsta ári svo að sjávarútvegurinn taki aftur við sem leiðandi í gjaldeyrisköpun þjóðarbúsins. Í þessu sambandi er rétt að minnast þess að mesti samdráttur í fjölda erlendra ferðamanna hér á landi var árið 1950, en þá dróst fjöldin saman 17,5% frá fyrra ári. Næstmesti samdrátturinn var 14,3% árið 1980, en að hluta má eflaust rekja þann samdrátt til mikillar hækkunar heimsmarkaðsverðs olíu. Ef spá okkar gengur eftir mun heildarútflutningur vaxa á rúmum 1180 milljörðum króna í fyrra og í 1480 milljarða króna árið 2019, eða 300 milljarða króna. Við gerum ráð fyrir að rúmlega 80% af þeirri aukningu munu koma frá ferðaþjónustu. Ef spáin gengur eftir munu gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar nema 700 milljörðum króna árið 2019, en það námu 464 milljörðum króna síðast ári. Stærsti hluti aukningarinnar á tímabilinu mun koma vegna farþegaflutninga eða 124 milljarðar króna á móti 111 milljörðum króna í ferðalögum. Meiri vöxtur farþegaflutninga skýrist að miklu leyti að metnaðarfullum áætlunum WOW aukningu sætaframboðs á næstu árum, en við gerum þó einnig ráð fyrir að Icelandair vaxi en þó hlutfallslega hægar. Ef spá okkar gengur eftir verður útflutningsverðmæti ferðaþjónustunnar tæplega helmingi meira en samanlagt útflutningsverðmæti stóriðju og sjávarútvegs og því ljóst að ferðaþjónustan mun enn bæta í. Takk fyrir.